K-morgnar með Svala og Svavari. Það komið góður gestur til ykkur hljóður, það Frank Hauby. Góðan daginn. Góðan daginn. Bara rétt fram, Hauby. Jú. Það er ekki danskt? Hauby. Jú, pappi danskur. Pappi danskur og hann ertu og talar dansku? Nei, ekki alveg nógu vel. Segðu eitthvað. Nei. Segðu eitthvað fyndið. Segðu eitthvað fyndið á dönsku. Það var bara klassskór, kennslubókinni, skal við snakka saman. Já, ég veit. Minn hatten hat ræbúla. Minn ekki til því. Já, mann enginn í því. Nei, enginn. Velkomin að segja og gaman að segja og takk fyrir að vakna. Ég þakkaði fyrir það. Þú varst að enda að segja okkur að þú hatar mótnana. Æjá, þetta nú leiðinlegt tími sólarhengsins, þykir mér. Já. Ég svona B-típa alveg í botni. Þannig að þú hefur aldrei hlustað á okkar þátt. Nei, eiginlega ekki svo mikið. Sko, sem við okkur langar svo heyrir og ég menna þú dvergur. Jú. Og fyrirferðar mikill. Já, ég veit það nú ekki. Jó, ég meina, það var ekki flóa friður fyrir þér fyrir nokkrum árum í fjölmiðlum. Hvort það var sjónvarp eða blöð að þú alltaf varst þú að gera eitthvað. Jú, reyndar. Já. Hvernig er það? Ég meina, hefur þú upplifað það að lenda í einhvern mótlæti eða fordómum bara því að þú ert dvergur? Nei, en þegar ég var yngri og til þess að byrja að fara út á lífi og þess áttar þá var alltaf að koma upp að mér menn og mikið vorkinir og eitthvað svona, en þetta er búið. Þetta er ekki lengur, finnst mér. Nei. Já, ok. Fólk í alveg sem segja það? Já. Vorkinir? Já, vorkinaðir. Já, ég veit ekki fyrir hvað, það var eitthvað sko, þá var manni klappaði svo svona fallin við labradorhundi. Wow. En svona æskan, þegar þú varst ungu drengur, voru börnin, varst eitthvað lagður í einhelti þar? Nei, þau voru fín. Já. Ég var Hveragerði og það er gott fólk og ég slapp alveg við það. Já, flott. En það er annað sem að sko, ég verulega áhuga. Mér var sagt að þú hefur átt 800 bíla. Já. Nei, ég veit það ekki. Það eru nokkrir, en ég veit ekki hvað margir. Er það alveg rétt, þú er ekki hugmynda enga tölu? Ekki grun. Ég veit að 2006 átti ég eitthvað með 80 bíla og það árið, en ég veit ekki þar fyrir það árið? Þú gerir grein fyrir það er 1,3 á viku eða eitthvað? Já, þá var ég dunda við þetta að kaupa og selja og svona vesenast. En núna er þetta bara hobby, svona einn og einn. En hvað áttu marga bíla núna? Já, veit það ekki alveg. Nei, þú veist það ekki? Nei, en ég var samt ekki langt sem ég taldi og þá voru 16. Þannig þeir eru líklega mjög nála tí núna því ég er ekkert að kaupa og selja lengur. Í hvað hverfi býr þú? Er einstefnugötu í Hafnarfirði. Já, rosalega vinsæll. Með öll stæði. Þetta stendur hér og þar. Já. En þú ert með strætó til að mynda? Já, mér datt það í hug senast ára að það veri gott að eiga eitt strætó. Hvernig datt þið það? Mér datt ég að opna markað í honum og vera með farandsölubúð. Já, svo prófaði þetta einu helgi, þetta var ekkert voða gaman sko, þannig að hann til sölu. Já, þú byrjar þetta eina helgi? Já. Og hvað varst að selja í strætum? Allavega íslenskt handverk og dót. Já. Þetta er náttúrulega 30 fermetrar og þetta opnaði 3 stöðum, þannig að það er nóg pláss. Ok, og hvar varstu með þetta? Ein helgi? Já, myndi ég Hafnarfirði. Já, ok. Wow. En þetta er náttúrulega getur kyrkt hvert að land sem er og gert það sem langar. Já, nákvæmlega. En sko, að því að ef við tölum aðeins meir nú þú heit strák. Já. Er það eitthvað samhengjamilli að þú ert dvergur, að þú eignist barn sem er dvergur? Mér skilst það sé 50% líkur. Þetta er eitthvað genatengt, þetta er bara 50-50. Og hann er dvergur. Já, ok. Þannig að það er genatengt þannig að það er líkur á því að dvergur eignast dverg. Já, 50% líkur. Já, okay. Þannig að eignast 10 að vera kannski 7 dvergar eða öfugt. Það er bara 50-50. Og strákurinn þinn, hann er dvergur? Hann er dvergur, já. Okay. Hvernig, þú veist, er það að því að nú hefur þú náttúrulega auglýslega reynsluna af þessu og er eitthvað, þú veist, er eitthvað öðruvísi sem að þú veist, þarf það að leggja um einhvern veginn línurnar eða lætur lífið bara móta hann eins og það er? Nei, ég er nú ekkert mikið vesenust í því en auðvitað sko sumir við hvað mér fyrir svo aðrir ekki. Fyrir mig prívat persónulega skiptir þetta engum máli og er bara vanur mér eins og ég er ekki frekar hann að þú spárið í einhvern tíma hvort þú sért 1,80 eða ekki. 1,78? 1,78. Ég er undir meðaltar sko. Þú ert undir meðaltar, já. En að öðru leiti er nú ekkert mikið en maður veit ekkert hvernig til dæmis hvað honum finnst Veistu hvað eru margir dvergar á Íslandi? Nei.
ekki hugmynd. Þetta er ekkert að pæli því. Nei, voða lítið sko. En þú sagði mér áðan hérna áður en að allt fyrir ganga þá hérna það er ekkert öðruvísi við okkur annað en það er kannski lappirnar að dörgum eða stundum svolítið erfitt. Þetta er náttúrulega bara ruslin við að lappum á sko. Bara rusl. Já. Hvað meinar þá? Hvernig Sko það liðir eru lélir og í raun og veru þá vex ef maður er svo skakkur í löpunum að hérna, þetta er eini meira á og maður eiginlega passi líka að vera ekki á þungur og þess áttar og verður náttúrulega fyrir þreyttur í löpunum og svona. Þannig að þið þurfa að passa þá meira upp á þyngdina? Já, upp á bara að geta gengið? Klárlega. Já, ok. Klárlega. En þú fórst í aðgerð? Já, lit rétti þetta af. Það er hægt? Já. Þú getur látið laga allt í aðgerð. Segðu mér eins og, þú svarar svo snögglega sko, þú sagði mér eins og hvað það var gert nákvæmlega. Herðu, þetta var brotin upp bæði beinin fyrir neðan hném, stungni svona pinnarinn og sem skrúaði þetta gráða á dag. Ég skrúaði gráða á dag og þetta voru 20 gráður, þannig að það hljóta að veri 20 dagar pluss mínus. Já. Það hljóma bara vond. Nei, veistu að það er ekki slemt á hljómar. Ekki? Nei. Alls ekki. Skrúa gráð í dag? Það fannst ekkert fyrir. Dag 10, ekki þessin. Bara aðeins að reyfa 6 kanti. Og fannst þið mikið mun eftir? Já, þetta var... Þú veist, eins og í dag miðað við þannig eins og varst fyrir 4 eða 5 árum síðan. Nei, en ég varð að gera þetta því ég var fann að skemma, það var að fara að skemma nýjan. Já, ok. Það er liðirnir sem skemmast. Já, akkurat. Þannig að þetta verður eiginlega að vera beint undir manni. Herðu, svo í dag þá ertu að vesenast í slökkubúnaði. Jú. Ég held að það væri bara Securitas og eitthvað svona sem segði það. Nei, það er nefnilega ekki bara þeir sko. Það er líka Frank Kaupi. Já, líka Frank Kaupi. Og ég er fyrirtækin í Hafnarfirði sem heitir Slökkutæki EHF og við erum líka á Selfossi og förum á milli fyrirtæki sem erum að þjónusta slökkutæki og eldvarnarkerfi og þess átt að búnað og svo náttúrulega búð líka á báðum stöðum, þannig að það er mikil trafík líka með það. Já. Til okkar. Og þetta bara fyrirtæki? Þau eru ekki heimili líka eiga svona? Jú, sjálfsögðu. Hvað heitir þetta? Slökkutæki EHF. Slökkutæki.is þá kannski líka? Nei, eldklár.is. Já, heita upp frátekið. Fjandinn. Eldklár.is. Eldklár.is fyrir þá sem að vilja kynna sér þetta eins frekar. En hérna, svona að lóka maður því að ég heyrði þannig einhvers staðar að ef þetta er eitthvað hugað þá framkvæmur það samanber flóamarkaðurinn eða farandmarkaðurinn. Já, maður lifir bara einu sinni og af hverju ekki prófa? Bara ekki komið fyrir of mikil vandræði sko og verður að geta sér leið. Eigum marga bíla til dæmis? Já, hvað eyðirðu miklu bensin á mánuði? Ég veit það ekki. Ég spá aldrei, bara set á. Já, þetta er svona eins og spá í hvað talar mikið í síman á mánuði. Þú talar ekkert minni í síman þó þú vitir að kosti. Nei. Þetta er bara partur að draga andan. En þú veist að ég samt haldinn einhverja þráhyggju sko, maður alltaf að mæla. Já. Þetta er vesen sko, þetta er óþólandi sko. Já. Þá er ég að mér svo stórn obsessed að þessu. Já, ég reyna að pæla sem minnst í þessu. Reyni. Þú ert forbíla á maður? Jú, ég á nokkra svoleiðis. Fættustu bara með það að leiðlu og segja ég ætla að gera allt? Ég ger ekki allt og ég nokkra bíla og eitthvað svona en maður verður að lifa lífinu. Það er að leika sér. Og prófa. Og prófa. Herðu Frank, það var gaman að fá þig heimsókn. Ég vona þér frábært dag framöndan og hann verður ekstra langur fyrir þig því að þú vaknar aldrei svona snögg. Nei, ég reyna að forðast það. En bara takk innilega fyrir mig. Takk hérlega fyrir að koma. K-morgnar með Svala og Svavari.